Herri, hérna hjá mér Óli Haukur. Hann forstöðumaður starfs sem heitir United Reykjavík. Búið að vera í 1,5 áratug og það búið að gerast svoleiðis hlutir. Fólk sem hefur verið algjörlega niðurbrotið hefur bara komist á lappirnar á ný og geislaði gleði og fögnuði. Og ég búinn að þekkja hann lengi og ég held að það sé bara í áratugum, það ekki? Jú, það komið það. Og okkur finnst æðislegt að þú skulle vera komið hérna til að spjalla við okkur. Bara minnir heiðurinn, einan mig. Þú með starf sem heitir United, það ekki? Jú, United Reykjavík sem að Segðu okkur aðeins frá því. Þetta er svona starf sem byrjaði nú, 2011 og kannski það var nú kannski ekki spáð miklum framgangi svo sem í byrjun. Ég var náttúrulega líkon heim eftir alveg gríðarlega erfiðan tíma í mínu lífi og eiginlega er raun búinn að vera án áfengis og fíkniefna í tæpt ár þegar ég stofnaði starfið. Já. Og svona kannski svolítið vantraust á það og alveg skiljanlega, við skjörum það sem við sáum. En ég fann mjög sterkt að þetta var svona bara köllum Guðs að gera þetta og stofnaði það og það búið að vera öll þessi ár, síðan 2011. Og einhvern veginn, við höfum bara lyft, eða ég vil láta bara Guði leiða starfið fram. Það svona lítið skipulag, þannig séð, það bara svona lágmark skipulag. Já. Það engin svona fremstu með jafningja þar, heldur fólk svona að vinna saman. Þetta svolítið svona eins og aðsamtökin, það engin sem að stjórnar, þetta svona, það bara Guðið sem stjórnar. Já. Og þetta náttúrulega gefið gríðarlega mikinn ávöxt þetta starf hjá hóp sem að svolítið útsettur í þessu landi í dag og búið að vera í undanfarin ár. Og það var náttúrulega markmiðið var að grípa inn í þar, af því við allavega þessir alkohólistar sem þeir sem hafa verið að berjast, við erum kannski ekki skemmtilegasta fólk í heimi og mikil læti og vesen í kringum okkur og ekki auðfúsir gestir alls staðar. En að koma með Guðs hús náttúrulega gríðarlega mikilvægt og það finnum maður bara þegar Guð fer að vinna í lífið þeirra. Hefur séð marga breytast í gegnum þetta? Já, ég var bara að hugsa þetta á það. Ég satt heima og þá kom póstur frá hjónum sem búa á Skagaströnd núna og þau hann kom inn alveg gjörsamlega niðurbrotinn maður. Hún kemur inn og ég fekk hringingu frá manneskju sem sagðist að hafa tekið upp stúlku á Reykjanesbrautin á labbi og illa til höfð og spurði hvað getum við gert fyrir hann og ég tók hann inn á áfangaheimilið því hún var ekki búin að vera að nota það á þessum tíma, henni leið bara illa. Já. Þau síðan kynnast gegnum árin og við höfum samskipti við þau í dag, þau eiga yndislega tvíbura búa á Skagaströnd og með fallegt líf og það svo margir vitnisburður þetta, því það kannski launin sem maður fær fyrir það að sjá alla þessa einstaklinga njá að rísa upp. Og það gerist bara ekki alltaf strax og ég held að hugsunarhátturinn það bara þegar Guð sýndi mér þegar þú beygir þig niður eftir manneskju sem á þessum stað og horfir í augu hans, þá ertu að horfa í augun á Jesú. Af því hann segir allt sem þú gerir einu mínu minnstabróður hefur gert mér. Þeir voru að hissa þegar hann sagði að þeir hefðu klætt hann og fætt og hjálpað hann. Og þá svaraði hann akkurat með þessari setningu. Og það svo gott að upplifa það og allir menn eiga séns hver einasti maður og lækningin felst í því og hjálpin felst í því að gefast aldrei upp á fólki. Og ég hef oft sagt það, að því það erfitt, getur verið erfitt. Þú getur verið manneskinn á áfangaheimilinu, getur ekki borgað leigu og segist að borga eftir mánuð og þú hleypar honum inn og svo kemur 1,5 mánuður og þá verður eitthvað læti upp á herbyggi og þá var hann kannski byrjar að nota hann í ferðin á herbyggi og það allt í rúst. Það búið að brjóta og bramla og eyðileggja allt það. Og síðan, 3 mánuðum síðar, þá kemur kannski þessi einstaklingu í tíðinu og spyr hvort ég hafi pláss fyrir það á áfangaheimilinu. Og þá reynir á af hverju ert í þessu. Af því að manneskjan var ekki að gera mér neitt. Jú, hún eyðilegði eitthvað hluti. En fyrir endurreisn þessa einstaklings, þá verðum við að læra bara að fyrirgefa. Og þú veist, ávöxturinn af því fyrir þennan aðila, ekki bara mig, heldur fyrir þennan aðila, verður auðveldari endurreisn að nýju. Og þetta hefur ekkert með meðvirkni að gera, ekki neitt. Af því þetta eru sjúkir einstaklingar, þeir eru bara veikir og hafa ekki stjórn sjálfir. Þannig að þú séð bara Jesú
Já, amen. breyta fólki. Já, alveg gríðarlega og það er það sem er svo spennandi og ég hef verið að argast svolítið í okkur sem kristni, skilurðu, af hverju erum við ekki úti að segja frá, af hverju erum við ekki að tala með þetta? Við eigum lausnina yfir hlutunum sem við erum að barlómast yfir á Facebook í lífi annara. Við eigum lausnina, Já. skilurðu. Og ég segi oft, sko, besta leiðin, sko, predikaðu orðið á hverjum einasta degi og notaðu orð ef með þarf. Já. Skilurðu, þú þarft ekki alltaf að vera að segja eitthvað, Nei. heldur vertu. Já. Það sem að Guð setti ekki, vertu þessi kærleikur, elska, vinátta, halda utan um fólk, hjálpa fólki, reisa fólk við. Og vitandi vits að þú ert ekki að gera þetta, þú ert bara hendur og fætur drottins og hann sem er að vinna verkið, sko. Já, amen. Og ég get sagt, sko, að í gegnum lífið, eftir ég gaf Jesú líf mitt, það var svona eitt og annað drifa á dagana. Oft kemur hann mér á óvart. Ég man alltaf eftir því þegar að ég var ungur maður í Vatnaskógi. Þá fórum við inn í kapellu, þarna 3 einstaklingar og báðum saman. Já, litlu sætu kapellu. Litlu sætu kapelluna. Og einn var meiddur á hendi og var alveg stokkbólginn. Og með báðum þá hvarf bólgan. Já, amen. Og ég man að hann leit svona á hendinni. Ég sé ennþá, núna nokkrum áratugum seinna, sko, undrunar svipinn á honum. Já. Og þá endurnýjaði hann heit sitt við Guð og stelpa sig með okkur, hún gaf Jesú líf sitt. Já. Þannig að það er svo margt sem gerist þegar Jesús fer Já. En er það ekki akkurat þetta, sko, að ég veist þetta mér svo, sem er legið svo mínu hjarta, að það er náttúrulega, sko, Sara hefur líka talað mikið um það, þú veist, það er ykkur svona vakning sem við finnum undir rótina, við finnum að það er eitthvað að gerast, að Guð er að vinna. Og ég held nefnilega að frelsun einstaklinga gerist fyrir, sko, vitnisburðinn þinn sem er ásettur af kraftaverkum Guðs inn í líf fólks. Og kraftaverkið, vitnisburðinn þinn opnar augu og eyrum fólks, skilurðu. Síðan er eitthvað að í lífið þeirra, þú biður fyrir þeim, orðið segir þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa með nafn, þeir munu fylgja, þau bara ekki á undan, þeir munu fylgja og svo leggur við hendur og biður fyrir manneskjum og manneskjum fyrir lækningu. Þá er vitnisburðinn þinn sem var til þess að samtalið var til og kraftaverk Guðs kom inn og þá kemur frelsun. Að það er svo erfitt að standa gegn því þegar þú horfir þegar Guð kemur og læknar fólk. Amen. Að því þetta er, og við þekkjum þetta með lengingar og löppum og alls konar hluti, það er alls konar hluti sem er að gera, hvernig Guð er að vinna. Og mér finnst þetta svo gott dæmi, ég hugsa þeir eru ungi menn í Vatnaskógi þegar þetta gerist og þetta markar að líf ykkur allra eftir það. Þetta var mér mjög minnistætt, sko, og líka þessi rosalegi undrunarsvipur. Hann var kvalinn, sko, hann var að tala um þetta áður ég kom inn í kapelluna og að vera með þetta um tíma og svo bara allt inn í hverfa þetta. Já. En sko, nú erum við að fara að halda Jesú helgi, næstu helgi. Já. Og hvað erum við að fara að gera þar? Það er bara ótrúlega spennandi. Það er svona, þetta er náttúrulega bara trú og von í kærleika Krists. Það er að halda leyfa fólki að finna fyrir kærleika Guðs. Og þetta byggir svo mikið á trú. Og það er einn af þeim hlutin sem legið svo hart í mér og ég var að tala um þetta á mánudaginn og síðasta upp í vegi, ég ætlaði ekki að predika en svo ferðu bara á stað og þá finnur þetta passion, sko. Að hugsaði þið bara valdi sem við höfum í Kristi Jesú. Það er svo magnaður hlutur. Við getum gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gerir. Og það er það sem við þurfum að gera. Og það sem að liggur svo á mér er það, hvar liggur trú þín? Og þú veist, hvar er trúin okkar? Er trúin okkar, Hebreabréfið 11, fyrstu versin þar? Sannfæring þá hluti sem er eigi auðið að sjá. Og það er svo gott að geta verið akkurat þar og sjá þegar Guð byrjar að vinna. Ég sko, þú veist, kraftaverk sem hafa gerst í mínu lífi. Þegar ég kem út úr gríðarlega neyslu 2010 og þú veist, ég læt lífið í 3. skipti í 20. febrúar 2010 þegar ég lappi inn á Hlaðgerðarkot. Og þegar ég vakna upp eftir það og þá er ég ennþá, því þegar ég kem upp eftir þá er ég fastur allir puttar og þetta er allt fast og svo titraði ég og skalvartur og þetta var mjög alvarlegur, sko, ég var alveg við dauðans dyr. Og það var sagt við mig í byrjun og læknisfræðin bara segir, þú veist að
þú er búin að eyðileggja tauga endana í neyslunni, þess nertu svona skakkur og beigur og þannig ég var hvattur að fara strax inn í þessar áætlun og undirbúning fyrir örorkuna, skilur bara, því það tekur langan tíma og átt að fara að vinna það strax. En ég fann allan tíma þegar var að segja þetta um mig og læknirinn að hérna, það er bara ekkert rétt, skilur, ég á aðra leið, Já. skilur, af því það var Guð búinn að reisa mig upp að nýja, að hann tala til mín bara þegar ég vakna upp úr mínum dvala uppi á Hlaðgerðargötu og segi bara Guð, ég hef ekki gefist upp á þér. Amen. Við eigum bara fullt af hlutum sem við þurfum að gera. Já. Og ég fór að skrifa aldrei undir þetta og það var sagt ég geti aldrei unni meir á minni lífsleið. Já. Þetta var svo slæmt, sko. En þú vinnur núna sko meir en flestir aðrir. Já. og hérna, ég man eftir því einhvern tíma þegar að klikka hjá okkur veitingar í barnaafmæli. Já. Þá hringdi ég þig. Já. Þú gerðir þetta bara svo smetla fingur. Já, allt er 70 fært. Já. Og þú átt börn, er það ekki? Jú, já, 6 börn. Og hvað eru yngstu gömul? Já, yngsti er náttúrulega bara pínu lítill, 30 ára gutti. Já. Og svo á ég eina 8 ára, sem var 8 ára bara við nokkrum dögum síðan. Og það aftur gaf Guð mér svona þetta, og það var náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir mig. Ég átti 4 börn eldri og ég á alveg sko yfir 40 sko, og verið í 30. Og ég held að Guð vildi bara, ég veit ekki, leyfa mér að finna hvað þetta er dýrmætt og þetta er það, þú veist, bara besta sem ég hef nokkuð tíðan gert, sko. Og það er þessi lækning sem Guð gefur inn í líf okkar, bæði samskipti við annað fólk. Ég var kannski, börnin mín, þau kannski upplifðu aldrei neysluna nema úr fjarlæg, því að ég náði 10 árum án áfengis áður en ég fór til Svíþjóðar. Já. Og svo tóku þessi 10 ömurlegu ár við. Og þar er til þess lækning sem liggur þar, líka með tengingunni í gegnum bænina að þú kemur fram fyrir fólk sem að þú hefur kannski brotið gegn og þú hefur gert það og það gerði ég. Og ég ætla að vera 3 mánuði í Svíþjóð og kom heim eftir 10 ár. Og þú þarft að gera þetta uppgjör. Þó að ná Guði sé á 9. degi fyrir líf mitt og alltaf og Guði fyrirgefandi Guð og allir þeir hlutir, að þá er svo mikið að við göngum í iðrunar þáttinn líka. Þú veist, gagnvart fólkinu til að geta samskipti við það. Að því að náður við hólpinn orðið fyrir trú. Og fyrir mér, það er það sem mér finnst að vera svo mikilvægt. Sko. Frábært að heyra þetta. En hvað trúir þú, fyrir hverju er þessi Jesúhelgi? Er það fyrir kristna eða kannski, hvað með til dæmis fólk sem að er ég til ekki einu sinni viss það, hverju það nákvæmlega trúir? Er það helgi fyrir það? Já, en mjög mikilvægt, af því að sko, ég held að ég trúi bara að það muni koma þarna fólk, nú er búið að fara á bæði, verið á samfélagsmiðlunum, mikilli keislu núna, þetta hefur verið í útvarpinu, við vorum út á sögu og vonandi fyrir við á fleiri útvarpsstöðar, til þess að dreifa þessum boðskap til fólk sem af því það eru svo ótrúlega margir sem í svo mikilli þörf. Já. Og alveg eins og ég sagði á að við eigum sannleikan, við eigum lausnina, við eigum læknum, við það allt í höndunum á okkur og við verðum fara að komast til fólks og skammast okkur ekki fyrir það. Að því eins og fyrir mitt líf og mig, ég er bara stoltur að því að eiga Jesú Kristi í lífinu. Amen. Þú veist, ég er svona groppinn í Guði. Amen. Skilur, mér finnst þú veist bara, wow, það er heiður fyrir mig. Já. Veistu hvað ég á? Viltu eignast það? Og það er það sem að fólk þráir að gera. Þú veist, akarnir eru hvítir svo langt sem auga eigið. Og inn í þessum hóp sem ég er að vinna, eins og með fólk sem hefur verið berjast í fíknisjúkdóma og andleg veikindi líka, þetta fólk er allt leitandi að einhverju lausn. Ja. Af því við erum búin að vera að fixa þetta með einhverju öðru og það hefur ekki gengið upp. Og ef við sem kristnir einstaklingar erum ekki vakandi við það sem er að gerast í kringum okkur núna, þá mun fólk fara inn á aðrar andlegar lausnir innan geðsalappa sem er ekki að virka. Af því það er bara eitt sem virkar og það er drottinn Jesú Kristur. Amen. Það er bara fyrir mér er það þannig og ég er rosalega, ég get alveg talað gegn hlutum sem að ég trúi bara ég er búinn að horfa upp á svo ótrúlega ömurlega hluti þegar fólk hefur farið inn um ranga dyr. Já. Þessar dyr, Jesú Kristna láta ekki mikið yfir sér, þær eru þarna og þú sér það að það er hægt að fara þarna inn, svo er alls konar glæsihurðar og hallarhurðar sem eru út um allt til þess að reyna að hleypa þér inn í til þess að leiða þig frá Guði.
Og við getum bara farið, við eigum beina leið. Við eigum beina leið í gegnum Jesú Krist, við Drottinn og allsherjar. Og þú veist, förum þá leið. Það gefur okkur frið, það gefur okkur frelsi, það gefur okkur lækningu. Og það sem ég finnst spennandi líka við helgina, bara líka fyrir þá sem eru kristnir og þrá að koma að vera með, og svona fylla á tanki, fá þessa endurnýjun, fá þennan kraft til að fara út og segja fólki frá. Komdu þá til svo laugardaginn, þegar kennslu á laugardaginn, stuttakenslu, sem hann John er með, kemur frá Vinjarkirkjunni, og þú veist, frábær kennari, hann er frábær kennari, það er engin spurning. Þar ætlar hann að tala einmitt lækningun og kraftaverkin. Af því þetta er rosa grundvallaratriði. Ég held að við skiljum ekki alveg sko hvaða er ofboðslega mikill lykill í boðuninni í dag. Af því við getum þetta ekki einn. Við skulum introduce, við skulum kynna hann, Jesú, og lefum honum að gera verkin. Og þegar að fólk fær kraftaverkin í líf sitt, þá byggir upp trú þeirra. Og jafnvel þeir sem eru trúlausir, þeir koma og taka þá. Ég veit það, og það gerist með mig sjálfan. Ég var alveg trúlaus, þó ég verið mjög ungur, hafði aldrei átt barnatrú. En þegar að ég fann fyrir svona nærveru Guðs á samkomu, þetta var upp í Vatnaskógi líka á móti sem var fyrir sko fullorðið fólk. Og þó ég verið ungur, þá fór ég á síðust samkomuna, sleppti öllum hinum. Og þar bara, sem sagt, kom nærvera Guðs yfir, þá eignaðist þetta líf. En hvað geti gerst til dæmis ef að einhver fer inn á samkomu sem hefur ekki fengið að reyna þetta þann nátt sem ekki hefur gefið Jesú líf sitt, er ekki alveg viss hvort hann sé til eða ekki. Hvað geti gerst í hans lífi ef hann færi hérna inn á samkomu og á þetta mót? Sko ég hef líka, við erum til sem er lofgjörð, það sem við erum að lofsyngja Guði, og í gegnum lofgjörðuna, það stendur í orðinu að hann dvelur í lofgjörð síns lífs. Og það sem gerist inn í lofgjörðinu, þó eigir ekki trú, að þú finnur það er eitthvað að gerast í lífiðinu. Þú finnur eitthvað frið sem þú skilur ekki alveg, þú finnur eitthvað von og þú finnur væntingu og það sem er að gerast, þetta er eins og að ræsa sko síldarvinnsluna á Siglufirði að nýju eftir 20 ár. Þegar allt er búið að ryðga, þegar hún er að fara í stað hérna og reyna að koma sér stað, það er að gerast að hjartað er að opnast. Þess vegna er svo mikilvægt eftir frábæra lofgjörð að koma orðið strax á eftir, að því að hjartað er opið til þess að taka á móti. Og þá finnur fólki, og þá gefst manni tækifæri að játa með vörunum, trúa í hjartanu að Jesús sé Drottinn. Og þá stendur í orðinu að þá máttu hólpin verða. Og þetta er þetta hættulega orð, að vera frelsaður. Ég bara sé fólk fara inn á samkomu og bara eina samkomu og það gerist bara eitthvað og það bara fer breytt tilbaka. Þetta er einu sem ég kynntist og þekkir hann kannski líka. Hann fór á samkomur sko að því að hann var í neyslu og ætlaði að finna eitthvað sem hann geti stolið sko. Já, hann ætlaði að ræna í vegi. Já, þú veist hvernig ég er að tala. En hann frelsaðist á samkomu. Hann sagði mér frá þessu, þetta er stórkostlegu vitnisburður. Já. Hvernig Guð gripur inn í. Og þegar hann síðan afplánaði þá dóma sem hann átti inni, þá vakti hann sérstaklega sko eftirtekt hjá fangelsismálastofnun. Ég þekki það beint þaðan og hann var bara svo ljómandi ljósafélag sko. Hann sagði mér sko, hann hefði komið inn og svo var hann að horfa upp við skoða græjurnar og gera klárt og rita þetta hjá sér hérna. Þá bara allt í hún stóð allir upp, sagði hann. Og byrjaði að hoppa og skoppa og klappa og hann þorði ekki hann til þess að skera sig úr sko. Hann hoppaði og klappaði með sko. Og svo bara allt í hennu fór allt í rosalega ró og fólk bara fór að setja hendurnar upp í lofti. Og ég gerði það bara líka. Og ég er búinn að vera frelsaður síðan. Hann hélt út sko bænahópum í mörg ár á Akranesi. Þetta var rosa vitnisburður. Og þetta er að því að Guð svona, við erum að gefa hann tækifæri. Ég segi oft við fólki sem kemur í United, þegar þú stígur inn í þetta hús, ég er á mánudagskvöldi klukkan 8, skilur það er ástæða fyrir því þú kemur númer 1, 2 og 3, en þegar þú komin yfir þröskuldinn, þá ertu búinn að gefa Guði leyfi til þess að snerta það í lífið. Og hverju koma á samkomur eins og í United, það er fólk sem að þrái bara lausnin í sitt líf. Það hefur kannski náð
að vera án áfengis og vímefni einhver tíma, en líðanin er ekki góð. Og líðanin er að því það vantar þessu uppfyllingu. Það vantar að ná, skilurðu, þessari tengingu við Guð. Manstu þetta gömlu mótorna sem varst með í tölvuna, svona, þú hringdir, það var svona sko, og svo horfði maður á mælinu hvað sem miklu tengingu maður náði. Guð þráir akkurat að þetta hljóð heyrist í lifi í þínu, hjarta þínu sko. Þetta hljóð og svo bara búmm, kemur 10 ljós og þú búinn að ná sambandi við. Og það er það sem við þurfum að gera. Þetta fjallar daglegt samfélagi Guð, sagðræði duglega minnast á orðið, vera sífellt að lesa orðið, læra að þekkja Guði gegnum orðið. Af hverju datt í það eftir 10 ára edrúmennsku og í kirkjunu og unglingaleiðtöfu vegi og minnsti vindur kom og þá er ég fallinn. Af hverju? Af því ég þekkti ekki Guð. Ég hafði ekki lesið og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að læra að þekkja Guð. Og það er það sem ég trúi þessi helgi muni svona equipping eða hvað kallum við svona þjálfa hinn kristna og mæta þeim ófrelsa. Þetta verður blanda bara fólki og fyrst og fremst eins og svo skýrt svo vel í auglýsingunni fyrir trú okkar og kærleika. Að þá að upplifa kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú. Ég held að segja þar sem við þurfum að og að því að það besta sem fólk finnur það er haldið utan það. Það er búið að finna sig eitt, það þorir ekki að segja það. Við lifum í heimir sem er orðinn svo geggjaður að það hálfa væri nóg. Og það er svo mikið að við komum að samleikanum. Ég bara, þú veist, enda kannski svona sem fyrir mína hlið að því þessi passion hjá mér að boða er að hún Guðrún Tómasdóttir, manstu eftir hún á veginum, hún samið ótrúlega mikið af fallegum lofgjörðum, gefðu hjarta mitt og Guði, gefðu mér allt sem í mér er. Hugsaðu þessa játningu, sér hverju hugsun, hverja þar á, gefið þér. Allt annað leggið til eða bara ef ég fæ að snerta heimilinn. Og þú veist, þessi kona sagði við mig, Óli, ég ætla að segja hérna sögu sem ég trúi að eigi eftir að markera lífið þitt. Og hún sagði að það var ung kona sem vann í mjólkubúð. Hún var frelsuð og átti yndislegt samfélagi Guð. Og hverjum degi kom gömul kona með staf og keypti holt brauð og mjólk. Og þau spjölluðu oft saman og það var rosalega gaman. Þetta var gamla kona búin að gera í mörg ára hverju einasta degi. Og eins og orðið segir, þá mun drottinn koma tilbaka í skýjum himins. Kemur sem þjófur og nóttustendur á einum stað og sækir kirkjuna sína. Og við sjáum fyrir okkur að fólk bara lyftist upp í himinin. Og þennan dag, þegar Jesús kom, þá er gamla konan í vestlunum að vestla í ungu stúlkuna. Unga stúlkan átti lifandi trú. Skyndilega þá lyftist hún bara frá borðinu og upp í himinin. Og hún verður svo svakalega glöð og bara þakklát fyrir lífið. En hún lítur niður og þá er gamla kona þar með stafinn, tárin í augunum, horfir upp til hún og sagði, af hverju sagðirðu mér ekki frá? Af því þetta er hluturinn. Ef við getum greipað þetta í hug okkar, að við viljum ekki skilja neitt eftir. Við viljum að allir fá að upplifa það sem við höfum ekki að upplifa í lífinu og eilífa lífið. Því þetta er bara millilending, þessi jarðvist hérna. Þetta er bara millilending í miklu starra ferðalagi inn í eilífina. Og við erum svo afmörkuð af lífinu sem við lifum í dag að það stendur svo mikið í þrifum fyrir því að við komum sannleikanum áfram. En hvað viltu segja þá þann sem að hefur aldrei verið í vandræðum með áfengi, með flest svona eitra hætti bara á þurru og allt verið skanga við eld? Þarf hann Guð? Já. Og það er oft og það er oft kannski svona erfiðast að eiga við, að það er þeir sem eru bara með góða hluti í lagi, þeir eru að pröfa alls konar hluti, svona andlega hluti hér og þar og eru yfirfullir af kærleika og allt það, en fókusinn eða snertipunkturinn er feill og þeir munu upplifa að því þegar ég frelsast þá er ég búinn að vera edrú án áfengis og fíkniefna. Ég var búinn að vera edrú í rúm 3 ár þegar ég kenndi trúar. Mér er boðið á samkomum vegi. Ég þekkti Björn Inga bara frá því í gamla dag, frá þegar við vorum ungir strákar, leikum með leikritum saman og spiluðum fótbolta og ég sagði, bara hvernig væri það bara að skjótast upp í tur og gaman að sjá hvað hann er að gera þarna. Af því ég hafði komið í bænahópnum á Sæbraut eða út á Seltjarnarnesi heima á pappans og mömmu mörgum áður en að vegurum var stofnaður. Þetta var svona fólk með hlutverk að hittast og mikið af fólk úr Keflavík.
og hérna þetta voru furðufuglar fyrir mér sko. En ég ákvað að fara á þessa samkomu. Ég var á svona einn af þessu Já, fuglafuglum. já. Og svo, þetta eru fuglarnir sem geta flogið sko. Og þegar ég kem á samkomuna og þá kem ég bara með opinn huga, því mér leið vel, mér fannst ég hafa allt. Mér skorti ekki neitt, mér fannst líf mitt var bara toppurinn sko. Já. Og ég fer þarna inn og svo bara byrja samkoma og þegar ég labbaði út þetta kvöld þá uppgötaði það að allt sem ég átti var einskis virði með það sem ég fekk. Ég fekk ekkert sem ég gæti haldið á, Nei. en ég fann það hér. Já. Og það var það sem gerði að verkum að þú veist bara, síðan þá hef ég verið svo passionur að ég koma því áfram til annara. Já. Vera vitnisburður hver Kristur er. Lifðu lífinu sem Kristur hefur gefið þér. Skoðaðu söguna, skoðaðu þegar hann labbaði með lærisveinum. Hvað var hann að gera? Hann var að kenna þeim. Já. Skilur við. Og við, að því ég held við stundum upplifið bara, vá, erum við först á milli uppsýningadags og hvítasunnu. Getur verið að við séum ennþá það. Að því ég sé svo oft lærisveina fyrir mér þegar hann segir, strákar, ég þarf að fara til pappa sko. Já, ok, þetta skilja okkur eftir munaðlausa. Nei, við ætlum að senda ykkur andan heiliga, sem síðan gerist á hvítasunnu dag. Já. En tíminn, þeir voru búin að labba allan bæinn, leggja hendur við sjúka, reisa upp dauða, gefa blindum sín, lækna fullt af fólki að lömun og sjúkdóm og allt það, og þeir voru að gera high five alla daga með Jesú, hann náttúrulega gerði verkin, þeir voru með. Já. En skildu það aldrei að hann var að kenna þeim. Svo fer hann á uppstigningardag, stígur til himna, og þá sita þeir og segja bara, kallinn farinn, ekkert að gerast, sita niður á torgi við klukkuna þar og bori nefið og skilja ekkert í hverju gangi. Og ákvaða síðan að fara og fá sér kaffi upp á lofstofu og þá kemur heilagur andi. En þessi tími frá þegar Jesús fór og fram að hvítasunni hefur verið þeim gríðarlega erfiður. Af því þeir þurftu að, þarna var Guð, þarna var Drottinn búinn að gefa þeim verkfærin og þeir þurftu að fara að vinna. En þeir vantaði heilagan anda og þegar hann kom, þá fór allt á fleygi ferð. Og við skoðum líf okkar, getur verið að við séum svolítið föst, maður skoðar bara sjálfur, ég þurfti að gera það í mínu lífi, er ég fastur þarna á milli, er trú mín að heilagur andi sé hluta hennu þrían af Guð, er ég þannig að heilagur andi vil ég nota mig til þess að leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verið heilir. Og þetta verður svona equipment, þetta verður svona, þú veist þetta Guð er svo skemmtilegur og sérstaklega þú stígur út á vatnið. Robbie Dawkins, vinnur minn, Ameríkani sem kom mikið hérna, hann er svona maður sem bara, hann er í því að svona treina okkur áfram. Og hann var svo gaman að samkoma með honum, hann vil að þið gerir hlutina, að við gerum það og ekki hann. Og svo fer hann upp á sviðu og svo er eitthvað sem slæmur í líkamannum, kemur maður upp og hann er að í bakinu, hann getur varla gengið. Og það sem Robbie gerir, hann leggur ekki hendur í hann. Nei. Hann talar fram í salnum og segir, eru ykkur í salnum hérna sem hefur ekki trú á að Guð gerir kraftaverk? Eða ertu jafnvel ófrels og ertu að koma inn í fyrstskipti? Og þá kannski, og í einni samkomin sem vorum með, þá rétti maður upp hendina og vogaður bara. Sagði, já, ég hef nú ekki trú á þessu, ég kom hérna með vinafólki mínu. Og sagði hann, komdu upp með þér. Og svo tók hann upp á svið. Og sagði hann, legðu hann hendur yfir þennan mann, hann er slæfður í bakinu. Og ég ætti að koma svona hermibæn, farðu bara með það sem ég geri. Og strákurinn, ófrelsaður, les þetta bæn yfir, aftur og aftur. Og svo spurði ég manninn frá 1 til 10 hvernig er bakið og hann segi, já, það er bara lagast tón okkur mikið. Þá verður hann byggði aftur og svo halda áfram að byggja, svo lappa maðurinn út af sviðinu algjörlega heill í bakinu. Og hver bað fyrir honum? Ungi maðurinn sem átti ekki einu sinni trú þegar hann kom upp. En þetta breytti líf hans. Þarna kemur vitnisburður þinn og kraftaverk Guðs saman í eitt og út úr verður frelsun á lífi einstaklings. Og þetta var svo fallegt að sjá þetta. Og svo er þessi drengur gengur með Guði í dag. Akkurat. Það er frábært að heyra. Já. Ég get talað við í fleiri klukkutíma. Já. En ég er rosa spenntur fyrir þessi helgi. Ég veit að þetta verður mögnuð helgi. Og byrja á föstudagskvöldinu, við fáum okkur súpu og góða svona matmikla súpu á föstudagskvöldinu klukkan 7 og svo byrja samkoman og fjörið. Við skulum ekki metta holdið of mikið fyrir þegar það var pláss fyrir andan. Og það kvöld, ég held að mér sé fólk frá ég held að United var lóðgerðin á föstudagskvöldinu allavega og síðan
samkoma þetta kvöld, 2 stuttar breytingar. Mér fannst það góður hlutum. Ég var mjög hrifinn að heyra það, að þeir sem að skipuleggja þetta, að við erum frekar með styttri orð og 2 aðeila kvöldi. Ég meðist þetta alveg frábært. Þannig að verða allt fyrir alla. Og svo náttúrulega fyrirbarna þjónustan, þar sem Guð getur komið inn í líf fólks, gert kraftaverk, leiða fólk inn í Guðs ríkið með bæninni, breyta lífið fólks. Svo þetta umbreytingar helgi, ég trúi því. Og laugardeginum, og aldrei gleyma laugardeginum, 3 kennslur miðjan daginn, rosalega spennandi. Og síðan getum við aktiverað þetta allt kvöldið á samkominu laugardagskvöldinu, svo aftur á sunnudeginum og allt upp í Kristkirkju náttúrulega, og svo endur upp í Vegi á mánudeginum. Samkominu í United. Já, United samkominu. Og viljum sjá bara, ég trúi að verið sneisa fullu starf á mánudagskvöldið, af því að það mun, ég trúi að verið mikið af fólki hérna á föstudeginum og enn meira á laugardagskvöldinu. Og ég bara trúi þetta sé vaxandi hlutur. Þetta er eitthvað sem Guð lagði á hjarta þeirra sem eru að skipuleggja þetta, sem þið þekkið náttúrulega, að þetta heitir að heyra frá Guði. Guðs tímasetningar, og Guð tala til okkar og við þurfum að svara og við þurfum að hlýða. Ég held að það sé mest af öllu. Við hlökkum til að sjá þig á Jesúhelginni. Jesús er bestur. Já.